Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því ríkuleg blessun. Og þá les ég innganginn. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviði Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárfestum upp á óvenju háa vexti og eftir fjárfestu í fjármögnunarfyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleigu í þetta fyrirtæki og biðu þess að njóta ávaxtanna síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo kom í ljós að hér var stóra svikamýlu að ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fé sínu. Carlos notaði fjármagn nýrra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Og Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framanskráðu augljóst að allur heimurinn eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum í rauninni eign Guðs. Og Jesús útskýrði þetta í dæmisögu hann sagði: Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Mattheus 25:14. Og þá það spurning númer 2. Hvað það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við í Hagai 2:8. Mitt silfrið, mitt gullið, segir Drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en Drottinn samt eigandi allra fjármuna. Mér finnst svo indælt að lesa þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt. Já. Því að þá tilheyrum við honum. Já. Og ef við erum honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir. Já. Og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega að þá getum við bara svo slappað af áhyggjurnar hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímanlegri velferð okkar. Við munum hafa nóg að bíta og brenna og þó hafa verið undantekningar á þessu þegar Guð leyfir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort. Já. Og sjáum postulana, lærisveina Jesú Krists, þeir voru allir teknir að lífinu með einn fyrir trú sína. Já. Og þó voru þeir trúfastir. Nákvæmlega. Og þá það þriðja spurning.
Hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir? Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18. Minnstu heldur drottins Guðs þíns, því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðæfanna. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á þá staðreynd að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir, sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármuni okkar snertir, þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið það tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðartíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjánna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til 10. hluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila 10. hluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann. Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila 10. hluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu, mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfum og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega. Við þurfum svona á öllum okkar fjármunum að halda. En hann á þetta, hann á meira að segja allar tekjurnar okkar og okkur. En við prófa okkur í trú að skila 10. hlutanum til þess. Og það er reynsla mín, Jóhann, að 9/10 af tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman allar tekjurnar og skertar. Nákvæmlega. Það er mín reynsla líka. Þetta er trúarreynsla. Algjörlega. Og þá er það spurning númer 5. Hver er tilgangurinn með því að skila 10? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21. Og sjá, ég gef levitunum alla 10 í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna, ef þeir inna af hendi, þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti fyrirheitna landinu á milli ættkvísla Ísraels, gaf hann ættkvísl Leví ekkert land, eins og hinum. Og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila 10 af tekjum sínum til levitana, þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðurværi svo að þeir gætu helgað sig þjónustunni í helgidóminu. Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin, bara tilkallaðir af Guði og þeir áttu ekki að vinna á ökrónum eða afla tekna með höndum sínum, vegna þess að þeir áttu að helgast boðuninu og þjónustunni í musturinni og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú og þá var það allra annara í söfniðinum í Ísrael. Það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðurværi. Já, nákvæmlega. Þá er það spurning nummer 6. Ætlast Guð til þess enn í dag að þjónar hans lifi af 10. Og þá er vísað í 1. Korinthubréf 9:11-14. Ef við nú höfum sáð hjá yður því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskerum hjá yður það sem líkamlegt er. Vitið þér ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottin einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarundið skulu lifa af fagnaðarundinu. Og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði 10 til hans á tíma Gamla testamentisins, svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðurværi, þannig ætlast hann til að gert sé í dag. Og Páll postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullyrti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðurværis. Og þetta er enn áform Guðs til að fjármagna boðun fagnaðarerindisins.
Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá það 7. spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Mattheus 23:23. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þeir gjaldið tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Jesús lét sér fátt finnast trúarhefðir fólks þegar það vanrækti tíundina og færi þannig á mis við leiðsögn heilags anda í lífi þeirra. Hann staðfesti mikilvægi trúmennsku í greiðslu tíundar en fordæmdi vanrækslu manna í að sýna öðrum samúð og kærleika. Farisearnir sýndu litla samúð, lifðu fullir fordóma og óréttlætis en voru samt heiðarlegir í að skila tíund. Jesús fordæmdi hræsni þeirra þeir gættu sín á tíund af hverri smámynd en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í 1. Mósebók 14, 18-20. Og Melkísedek, konungur í Salem, kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram af hinum hæsta Guði, skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti Guð, sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund af tekjum sínum löngu áður en Ísraels þjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðurkennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í 1. Mósebók 28-22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti, líkum Melkísedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkísedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnaðarins sem Jesú, sem okkar æðsti prestur. Og þá það spurning nummer 9. Hver tilgangurinn með tíundagreiðslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu. Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann að þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina að þessi fjármunir eru til þess að prestastéttin geti lifað af þessum tekjum sínum. En þetta var líka til þess að boða fagnaðarerindi út á meðal þjóðana. Svo það kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðarerindi eins og við erum að gera, Jóhann. Og einnig það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar. Það var hvort tveggja að koma af tíundinni. Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestunum og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musteri Guðsvors inn í herbergi féhirslunar. Það augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrirkomið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Það var ætlun Guðs að tíundina bæri að nota sérstaklega fyrir starf prestana og þannig hægt að styðja við boðun fagnaðarerindisins og sjá til þess að allir hafi tækifæri á að kynnast Jesú. Tíund á að sjá rekstur kirkjunar og laun presta. Og þá það 10. spurning. Get ég ákveðið hvernig tíund verður notuð? Þá lesum við í 3. Mósebók 27:30.
Öll jarðartíund heyrir drottni, hvort heldur af ávexti jarðar eða aldinum trjána. Hún helguð drottni. Og svo lesum við hér að það einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins, kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármuni í prestþjónustunni. Tíundin á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunarstarfið. Og þá það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá vísað í Malaki 3:8. Á maður að pretta Guð, úr því þið prettið mig, þið spyrið, í hverju höfum við prettað þið? Í tíund og fórnagjöfum. Þetta sláandi, það ekki? Já. Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela eða hafa rangt við, gagnvart Guði, því að við prettum hann. Og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prettið mig, segir Guð. Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fórnargjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annarra málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund og gjafir gátu verið til ýmis að nota og af mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur enn til boða. Mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skilað Guði tíund hans, getum við kosið að gefa gjafir og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá það 12. spurning. Hve mikilvæg í augum Guðs trúmennska okkar varðandi tíundina? Þá lesum við í Malaki 3:8 og 9. Á maður að pretta Guð úr því að þið prettið mig, þið spyrið, í hverju höfum við prettað þið? Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið prettið mig öll þjóðin. Svo þetta trúaratriði, ekki til sáluhjálpar. Því að við frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis. En hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum. En það trúaratriði að skila honum tíundar hlutanum. Já. Það spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann. Það nefnilega það. Ef við treystum honum ekki fyrir lífið okkar á fjármunum. Og svo það tekið fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann. Já. Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinni til Guðs, fremur sá hinn sami rán. Og Guð ekkert að skafa utan af hlutunum þegar hann kallar það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf. Og sjá aðra Mósebók 20:15, þar sem Guð segir, þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún ekki okkar. Þá það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxtarlaust, segir drottinn allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land, segir drottinn allsherjar. Það oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfast Guði með tíundina. Og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í kleiminn, heldur ég held að hann hafi verið að reyna okkur. Svo við myndum hann á drottinn, það ekkert í skápunum og við höfum ekkert til að borða.
og eða vinnuveitandinn hefur ekki skilað laununum til mín eins og ég hafði unnið fyrir. Já. Og við þurftum að fara á bæn og tala við Drottinn og bara upphátt minna hann á. Þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu. Nú minnum við þig á að það stendur illa á í dag og það hefur ekki brugðist, Jóhann. Lausnin kom og stundum mjög snögglega og ég hefur sagt frá því á öðru vettvangi í boðunastarfi þessara kirkju, boðunarkirkjunar. Og svo segir hér að öllum þeim sem sýna Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum. Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér. Og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu. Lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag, heldur lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju alla eilífð. En síðan spurt hér, en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíunda af launum sínum? Og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíunduna hans. Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% af tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% af tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3:10. Og sér hver einstaklingur sem hikar við að skila tíund ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem trúfastur. En hvað ef tíundin misnotuð af ábyrgum aðilum? Og þessi möguleiki alltaf fyrir hendi, en við leitumst ávallt við að láta trúfasta einstaklinga meðhöndla fjármuni kirkjunar. Og jafnvel Júdas sem var gjaldkeri safnaðarins brást trausti í Jesú. Við megum alls ekki vanrækja skyldur okkar við Guð í þessu efni vegna slíkra möguleika. Og Guð gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir trúmennsku okkar þegar við skilum tíundinni til hans. Og við förum alls ekki á mis við blessanir hans. Og mun Guð gera alla ríka sem fylgja honum? Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesú Kristi í Jóhannesi 12:18. Fátaka hafið þér ætíð hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira en við þörfnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum og fátækt ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum, en Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinni til Guðs í mótlæti af ýmsu tagi? Og trúmennska í því að skila því til Guðs sem hann gerir tilkall til sýnir kærleika okkar til hans. Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir ekki hægt að meta til fjár. Það auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel, en trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvern við treystum og hver eigir huga okkar og hjarta. Að skila tíund ekki galdraverk, né lofurð jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli eilífð. Og eigum við að reikna tíundar hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði að við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs Talaðu við Guð í bæn og spurðu hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þar var að vísa því í síðara Korinthubréf 9, 6 og 7.
Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis, munum við uppskera ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu númer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki sek lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjónar syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þó trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðum 10, þá það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum. Og þegar við fylgjum Guði af einlægni, líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs. Og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá erum við komin að spurningu númer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila 10 til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla fjármuni. Nei. Heldur að við munum verða hamingjusöm yfir því sem við höfum. Jafnvel þó lítið sé. Og blessanirnar eru yfirgnæfandi. Og kannski nægjusöm. Akkurat. Já. Og svo segir hér að blessanir Guðs eru margvíslegar. Og að sjálfsögðu getur Guð blessað okkur með stórkostlegum árangri og auði í viðskiptum. Hann getur einnig blessað okkur með góðri heilsu, afslætti á vörukaupum eða látið fötin okkar og skó endast árum saman án þess að sjáist á þeim. En mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur nærvera hans í lífi okkar, full vissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta. Jafnvel þegar allt í kringum okkur fer á hvolf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri, en hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur. Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, það voru 1 eða 2 milljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældóm þar. Já. Og þeir löpuðu í 40 ár í eyðimörkinni. Og það sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki. Af hverju? Af því að það var Guð sem var við stjórnvölinn og fólki varð að treysta á hann. Einmitt. En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti sem númer 16. Hafi ég ekki 10 fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Mattheus 6:33. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guð í lífi okkar, munum við skoða hver vilji hans Síðan leyfum við Jesú að framkvæma vilja sinn í okkur. Og við tökum Guð á orðinu og bíðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir loforð sín okkur til blessunar. Og það svo ofta ég ráðleg fólki þegar að það segir ég bara hef ekki efni á þessu. Hvernig get ég bætt 10 við? Allt annað sem ég þarf að standa skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja í svo lítið barn. Við sjáum litlu bönnin okkar 1 árs og alla það að reyna, þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga. Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa. Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara uppörfum þau, hvetjum þau. Þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann. Hvort ég úthell ekki yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Það margborgar sig. Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð traust á orð hans, svo að við fylgjum því,
jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Og svo hérna í lokin þá ein spurning til þín. Ert þú fús að treysta Guði og skila 10% af tekjum þínum til hans? Og ég má til með að bæta hér við, það vel þess virði að treysta honum. Nákvæmlega. Og með því þá lýkur þessu hefti hjá fyrir í dag og við bara þakkum fyrir.